daginn, kæru vinir, og við erum þó við Heygarðshornið okkar að fjalla ævi þessa manns. Nú ætlum við kannski að segja svo litla ferðasögu. Það hefur nú fylgt okkur öllum að fara í ferðalög og gista í tjaldi, jafnvel nokkra nætur. Það var ekki algengt til að mynda þegar ég var ungur maður að menn væri að fara á sólarlandaferði. Þetta svona rétt að byrja, en þeir sem státu að því að til útlandar koma voru svona 99% tilvika sjómenn, meira þá farskipa sjómenn sem í raun og veru hafa atvinnu að því að fara til útlanda. Það hefur alltaf verið. Og þessir menn sem sagt voru mennirnir sem mest fóru, en engir þó sem ferðamenn, heldur sem bara partur af starfi því sem þeir gengdu. En auðvitað hafa Íslendingar alltaf vilja svona aðeins drífa sig á bæi og vera jafnvel yfir nótt ykkur staðar í tjaldi eða já. Og það var mjög algengt, eða ekkert óalgengt segjum það. Já, ég held að nú verið nokkuð algengt að þegar ég svona komin á títusaldur að þá það nú ekkert, það svolítið það að menn sé að fara viku, 10 daga, hálfan mánuð landið. En utanlandsferðir, það var nú ekki talað það einu sinni. Þetta vel verið að menn hafi blundað í mönnum að gera það, en það var bara ekkert í neinni tísku og ég sára fá að ferðir sem voru í boði. Var það ekki Ingólfur í Útsýn og hann hérna hjá Samvinnuferðum, hvað hérna náttúr, að þeir voru svona fyrstir til þess að svolítið að gera þetta einhvernum kosti fyrir hinn almenna mann. En ferðalög samt hafa verið farin og við sem þekkjum til svo lítið í sögunni vitum að einu sinni voru ár sem heitir Skeiðarár, Skeiðarár, svona vegartálmi til þess að komast hringinn. Menn sem að bjuggu til dæmis á Austfjörðum, hvar sem var eiginlega á Austfjörðum, þeir fóru sem sagt norður fyrir eða þeir ætluðu til Reykjavíkur. Frá Hornafirði þá urðu þeir að fara norður fyrir. Gátu ekki farið beint vegna þess að sandarnir Skeiðarárnar, þær stoppuðu alla leið þar og við getum séð bótina sem verður þegar þessar ár loks eru brúaðar. Og þetta svo sem eitthvað örugglega sem menn hafa verið að velta fyrir sér löngu áður en ráðist í verkið. En í það farið í september 1972. Þá byrja menn sem sagt að framkvæma þarna á Skeiðarársandi og brýrnar eru komnar upp og þær eru vígðar 14. júlí 1974 og mætti á svæðið margir fyrirmenn og sennilega allir fyrirmenn landsins, forseti Íslands og allir, biskupinn var ekki, Herra Sigurbjörn Einarsson var þarna, og 1974 forseti Íslands herra Kristján Eldjárn. Það ekki alveg örugglega rétt hjá mér. Jó. Og það sem sagt Skeiður 14. júlí 1974. Þá sem sagt Íslendingu gert kleift að keyra fyrst hringinn. Og hér hefur verið, þá hafði landið verið byggt yfir 1000 ár, ekki? Og alltaf sami vegatálminn sem gerði verkum að það var ekki hægt að fara söðurleiðina ef maður ætlaði að fara til að mynda frá Hornafirði til Reykjavíkur. Þannig við sjáum hindrunina sem að þetta hefur verið fyrir þetta ágæta fólk. Það breytti ekkert svo miklu fyrir okkur þarna fyrir sunnan sem
þurftum ekkit þannig séð að fara þessa leiðin nema bara þó að ganna okkar. En við komumst svo sem til Hornafjarðar, ef við verðum að fara lengri leiðina fram hjá Akureyri og því öllu saman og svo komumst við til Hornafjarðar. Þannig það hefur verið ábyggilega ferð, sjálfsagt er að hægt að fara hana á einum degi en sjálfsagt hafa menn farið hana á 2 dögum, svona í öllu venjulegu. En vegalengdin var nokkur og kannski upp undir helmingi lengri en að fara núna yfir brýrnar til Hornafjarðar. Já, meir en helmingi styttri. Og 1974 þá er ég á 30-aldri. Ég man ekki hvort að þetta er fyrsta ferðin mín í tjaldi sem ég fór, nei líklega er það nú ekki, en allavega hugsa ég að þetta sé örugglega fyrsta ferðin sem ég fer með minni fjölskyldu má segja. Í þessa ferð fór móðir mín, Lilja Sigurðardóttir og 3 systkini. Sem sagt við vorum 4 systkini saman í þessari ferð, auk móður okkar. Og hvernig sem á því stóð, að þá var það ekkert óalgengt að menn tækju sér leigðu sér bílaleigubíla í þessna 5, 6, 7, 8 daga eða hvað sem það var og bara samið það. Ég man ekki hvort við sömdum verð fyrirfram eða hvort það voru bara kílómetrarnir látni duga. Ég held nú reyndar að það hafa nú verið hægt að semja við þessa bílaleigur eitthvað bara fast verð sem að þeir bara gáfu og við annarkot höfnuðum eða tókum, en við sem sagt, ég leigi bíl Fiat á bílalegu í Hafnarfirði, ekki stóran bíl en Fiat, man ekki hvaða típa það var, og á þessum bíl fórum við Austurvellir og erum þarna á þessum brúm eitthvað hálfu mánuði eða 3 vikum eftir að þær eru opnaðar. Það er svona verið í kringum mánaðamótin júlí-ágúst, gæti alveg verið. Þannig að við fórum fljótlega eftir að það var hleypt á þær þarna og fannst þetta mikið til koma því að þetta eru mikil mannvirki, löng og fínustu mannvirki og þessi mannvirki eru þarna ennþá að gera þetta sama gagn og verið hefur. Á þeim árum voru ekki svona margir ferðamenn, það held ég geti nú alveg fullyrt. Og á þeim árum líka varstu meir og minna 1 bíl á vegunum. Það var alveg hending að þú mættir bíl eftir að þú komst svona frá Reykjavík og Selfossi og hélst austur, þá bara hvarf öll umferð. Ferðamenn, nei takk, þeir voru ekki, nema þessir ágætu, eins og við kölluðum puttalingar. Það var bakpoka fólk sem að gekk með bakpokana sína og menn svona höfðu ýmsar skoðanir á. Þeir trufluðu mig aldrei neitt og það kom fyrir að maður tæki upp í þessa ágætu ferðamenn en þeir voru engum til trafala, en réttir það var ekki mikið uppúr þeim að hafa því að þeir voru svo ósvífnir að versla bara eða elda sér bara mat sjálfur á prímusum og kannski kaupa, ég varst að þeir hafi keypt í sjoppu, þannig að þetta voru bara menn sem fóru mjög sparlega með aurinn sinn og nutu þess þeimun meira að bara njóta lands og fegurðar landsins. Og það hafa þær ábyggilega gert á okkur alla Íslendinga, kannski. Og á þeim dögum líka, þetta er nú líklega ekki svoleiðis í dag, að þú varst svona utan svæðis og svona bara á milli bæja eða hvernig sem það var,
og þú sást bara heppilegt að þínu áliti tjaldstæði, þá bara tjaldaðir þú þar. Ég veit ekki hvort maður þurfti leyfi til þess, að það var aldrei neitt amast við því og það sagði engin neitt þó að þarna verið tjald. Þannig þetta gættu sín bara á að ganga snyrtilega og skilja ekkit eftir sem að heitir drasl. Heldur tóku þetta allt með sér og fjarlægðu þar sem að átti að fjarlægða. En ég held að menn myndi nú ekki leyfa þetta í dag. Það er svo mikið, hefur svo margt breyst og ég og mitt er orðið svo ríkt í okkur og þú mátt ekki vera þarna nema þú borgir mér eitthvað fyrir og svo framvegis, það er alltaf verið að tróða á einhverjum að svo margur álit í dag. En svona var þetta ekki þá. Eins og ég segi, þá kannski fundu við list okkur alveg ágætlega á eitthvað tjaldstæði og við bara fórum þangað. Og voru þar kannski 1-2 nætur og alveg í friði og spekt. Við gerðum þetta rétt áður og við komum til Víkur í Mýrdal, eða ekki? Já, er það ekki? Já. Og þar áður við förum í brekkuna þar, þá var þarna til hægri, til vinstri, vinstri, svona afleggjari og slett og fallegt og við förum þennan afleikjara sem var nú bara tróðningur og þar tjöldu við og þar eldu við og þar sofu við. Held ég 2 nætur með skosti það. Og ég man eftir því að morgunin þá voru einhverjir menn á vegum einhverja bænda eða bændur að huga kindum eða hvernig sem það var og ég heyri að þeir segja í gríni ef ekki að kippa upp hælónu þarna á þessu tjaldi. Það var nú ekki gert og þeir voru þetta bara grínast, en að öðru leyti voru þeir ekkert að skipta sér neitt að því, þetta var ekki fyrir og þeim var bara alveg sáttur við að þetta væri gert þarna. En ég held að það er nú hnift í okkur í dag og við vinsanlega speðnir að tjalda á öðrum staðum þessum. En þetta náttúrulega hefur allt breyst svo mikið því að þú ert ekki lengur einbíla á vegunum. Þú ekur vegina og þú ert bara, þetta er bara eins og í borginni, bíl. Og sumstaðar þar sem þú komst við og stoppaði bara það sem þú vildir og ekkit vandamál með að koma bílnum fyrir. Á sömu stöðum er það bara vandamál. Þú veist ekkit hvar þú átt að hafa bílinn því að það er allt fullt á þessum vinsælli áningastöðum. Þannig að það er gaman að geta sagt frá því að maður lifði þessa tíma og mann þessa tíma en hafði samt mjög gaman af þessum ferðum sem farnar voru. Og sem sagt við förum yfir brýrnar og þá er leiðinda veður, rigning og rok og við förum sem sagt, höldum áfram til Hornafjarðar og gistum á hótelinu í Hornafirði, ég man ekki hvað það heitir. Ég held að það sé ennþá hótel þarna á sama stað og það var þá. Og við pöntum okkur bara pláss fyrir okkur, við vorum 5 og ég man alltaf eftir því að móður mín blessunni sagði að henni hafi alltaf þótt gaman að gista á hóteli. Og ég veit að hún gistur nú ekki oft á hóteli en hún gerði það í þetta skiptið í júlí eða ágúst líklega árið 1974. Hvort hún gisti aftur á hóteli eftir það veit ég ekki og ég reyndar efast það. Hún var nú ekki mikið á ferðinni blessunin og hún kom stundum með okkur og þá var hún bara í tjaldi með okkur. Svona yfirleitt. En hún er sem sagt þarna með okkur og systkini mín, 2 systur og bróðir. Og við áum þarna á svo ágæta hóteli.
og brunum svo þaðan beint í bæinn í slagveðusrigningu, og það var á lútlit fyrir það að héldist þannig bara næstu daga. Og við keyrum, ég man ekki hvar það var eitthvað stóratn á leiðin áður en við komum til Víkur eða Klausturs, áður en við komum til Klausturs. Þá hafði vegurinn rofnað á leiðinni og vegna vatnsgangs og umferðinni beint þarna niður fyrir og yfir smá læk sem þurfti að fara, sem var ekki vatnsmikill en það svona ekkert lítið í honum, og við förum í og ég að keyra og svo drepur bíllinn á sér út í á og það fyrir að flæða inn í hann. Og móðir mín fannst við eitthvað seinir og eitthvað lengi að hugsa, og hún segi: drífið ykkur, gerið eitthvað. Þannig að við fórum og gerðum eitthvað, og þá kom þarna traktor og bændur og þeir setja spotta í Fiatinn og svo hann dreginn bara upp úr vatninu og hann svona gólfblautur nokkuð, og það var reynt að vinda þetta eins og hægt var, og það var gert. Svo bara þotnaði þetta í rúlautan, það skemmdist ekki neitt nema þetta, kannski mögulega teppið eitthvað svona, jú, kannski það. En það allavega ekkert gaman að fá vatnsfylli, botnfylli af vatni inn í bíl, það ekkert skemmtilegt. Og þetta var sem sagt bílalegu bíll. Það var nú svo sem ekkert skeði meira en þetta, nema ég man eftir því það var áður en við komum að brúnum sem við fórum þarna hjá Hjöllus eða það ekki, og þar var hægt að keyra eftir sandinum. Ég held að hún ekki verið vegur, það var svona bara slóði í sandinum, og við erum að skoða sjóinn þaðan, og svo snúum við og keyrum tilbaka. Þá festist bíllinn í sandi. Það getur vel verið að það hefði oft gerst þar, en við náttúrulega gátum bara að redda okkur með því að ýta, og það var ýtt, og þá getur bíllinn losnaði og þess að við héldum bara upp á veginn. En þessi ferð var farin, og hún var farin við þessi skilyrði að það var einstaka puttalingur og ferð, bakpoka fólk eins og við köllum það, og þú sást alla bíl á stangli eftir að svona traffíkin í höfuðborginni sleppti austur. Þá varst þú bara ein bíla mest alla leiðina, en kannski ekki alveg það, en svona upp undir ein bíla bara á löngu vegakafla, þá sást þú ekki neitt nema bara veginn, híminn og hafi, og þannig háttaði til. Einu sinni var nú svona á Íslandi, og þetta var 1974 sem þetta var með þessum hætti, og 1974 erum við að fara yfir þessa brýr. Við vissum að var búið að opna þær, þó ekki væru við vígsluna sjálfa. En þetta var gerðið sem sagt 14. júli, sem þetta var formlega opnað með viðhöfn og mektarmönnur landsins þar stadda, blaðamenn og forseti Íslands og biskupinn og herra samgöngumálaráðherra sem þá var, Magnús Torfi Ólafsson, kannski munum eftir honum einhverjir. Og hann hélt tölu, smávegistölu, eins og sæmir og hentar á svona tímum, og skulle lesa orðin hans sem hóf ræðuna á, og hún svona: í dag hringnum lokað. Hringveginn sem tengir byggðirnar umhverfis Íslands í samfellda heild, svo þar hvergi leiðarendi lengur og akfærum vegi. Héðan af unnt að hefja akstur hvar á landinu sem vera skal og halda raklegt skemmstu leið á áfangastað án þess að nokkur torfæra hamli lengur ferð ökutækis. Og ég held
örugglega að herra Kristján Eldjárn sé forseti Íslands á þessum tíma, en ég reikna með því, þó það kom nú kannski ekki fram, að hann hafi verið fyrsti, að bíllinn hans, forsetabíllinn, hafi verið fyrsta ökutækið sem að ekur svona formlega yfir þessa brýr, og þar með eru brýrnar bara opnaðar, bara allir umferð, og hefur svo verið frá þeim tíma til dagsins í dag. Ég held nú að við getum sagt að við höfum verið svolítið heppin með brýrnar þarna fyrir austan. Að vísu hafa flóð komið og þær hafa rofið veginn, en yfirleitt sitt hvoru megin við mannvirkin, þannig að þetta hefur svona ekkert verið neitt rosalegt tjón, en inn á milli koma stærri flóð og það hefur gerst að það hafa orðið talsverðar skemmdir þarna, og þetta var auðvitað allt vitað og menn reiknuðu með að þetta geti gerst, og það gerðist og hérna, þannig að þetta kemur mönnum ekkert óvart, en það eru svona vatnsföll mikil og þetta er ekkert grín að eiga við þetta þegar þetta gerist. En þetta var sem sagt í ágúst 1974 sem að við systkinin og móðir okkar fórum í þessa ferð, og við vorum á bílalögubíl eins og oft var gert. Ég fór í nokkra svona ferðir og ég held í flest skipti sem ég fór bílalögubíl. Held ég að einu sinni farið á minn megin bíl, eða kannski tvisvar. Ég fór nú í nokkra svona ferðir og allar ánægilegar og skemmtilegar með góðu fólki. En þessi ferð semst endar og ég skila bílnum og segja hvað það gerst hafi, og hann var nú ekki hrifinn sá sem tók við bílnum sem skeiði, og svo náttúrulega bara fá við bakareikning minn kæri. Þá þurftum við að borga það sem skemmdist, teppið voru ónýtt og svona, það var skipt þau, ég man ekki hvað var meira. Það var svona einhverju þúsundkallar sem við þurftum að borga, og við náttúrulega bara borguðum það, og ekki orðum það meira. Þetta var náttúrulega bara óvilja verk, óhapp, og kannski svona reynsluleysi líka, fara út í vatnið og kannski ógætilega farið, mögulega, maður náttúrulega aðeins yngri en maður er í dag, en öðru leiti þá skeiði ekki neitt og ferðin bara hinn ánægilegasta. En ég man ekki hvort að þetta er fyrsta svona eiginlega ferðalagi mitt, það gæti alveg verið, en já, ég man það, jú, ég held það, en ég fór allavega nokkur eftir þetta var svona árlegt hjá okkur tíma að gera þetta, þannig að það var bara gleðilegt. En við setjum þetta ekki í flokkin æskuminning eða starfsminning, en við leiðum þessu samt að dingla með, því að þetta er nú bara hluti að minni ágætu eða sögu, og það er líka hægt að tala það sem var svona aðeins öðruvísi heldur en stritið og leikirnir. Allt voru þetta svo sem leikir að ferðalag, en þetta sinn leikur, en ekki kannski æskunar. Ég segi þetta gott, og Konráð þakka fyrir sig og gerir kannski eitthvað meira af þessu, sjáum bara hvernig það allt saman þróast.